framhaldið hér í Gerðubergi þar sem við erum að ræða Reykjavíkurhúsin og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Þegar að skýrslan Reykjavíkurhúsin kom út daginn í þeirri mynd sem hún núna og að því mér skilst í nokkuð endanlegri mynd að þá fannst mér ég var nokkuð ánægður með það að sjá í skýrslunni að þar var svona kemur í ljós eða búið að fara vel yfir þessi mál að leiðin sem er talað í skýrslunni sem einkabland að hún svona dregin meira fram heldur en hafði verið áður á mínu mati að minnsta kosti. Og ég held reyndar að það sé alveg klárt að þannig er það. Þannig að þar er verið að tala þessa blöndun sem ég tek undir að er mikilvæg. Það er mikilvægt að vera ekki með einsleita byggð, það er mikilvægt að það sé félagsleg blöndun, þannig er bara okkar samfélag uppbyggt og við höfum auðvitað að gera það sem mest í því að viðhalda því. Ég velti fyrir mér hins vegar þegar við sátum borgarráðsfund og það kemur tillaga sem byggir á skýrslunni Reykjavíkurhús. Þá var ég mjög hugsi vegna þess að tillagan fannst mér ekki vera í samræmi við það sem ég las út úr skýrslunni Reykjavíkurhúsin. En á borgarráðsfundi sem var haldið 9. apríl að þá var svohljóðandi tillaga með leyfi forseta lögð fram. Lagt til að borgarráð feli skrifstofu eign og atvinnuþróunar að auglýsa eftir samstarfsaðilum með uppbyggingu á lóðum við Vesturbugt og einnig á Kirkjusandsreit. Leitað er eftir samstarfi við sjálfseignarstofnanir, húsnæðissamvinnufélög og leigufélög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða og vinna að byggingu íbúða fyrir félagsmenn sína. Þessi tillaga var svo samþykkt og við í Sjálfstæðisflokknum við borgarráðsfulltrúar og Sjálfstæðisflokknum við sátum hjá, við vildum ekki vera að tefja málið með einum eða neinum hætti en við hins vegar tölum það að við hefðum viljað fá tækifæri til þess að ræða þetta betur áður en það væri endanlega klárað og vegna þess að fulltrúi Framsóknar og flugvallarinnar greiddi atkvæði gegn þá erum við að ræða þetta hér sem auðvitað hið besta mál. Við hins vegar vorum ánægð með það borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að sjá að það væri verið að draga meira fram einkaaðila í þessu dæmi en leið þá skildum við ekki að það væri hins vegar eingöngu verið að auglýsa eftir þeim sem væri á félagslegum forsendum og án hagnaðarsjónarmiða. En mér finnst það hafa skýrst aðeins núna í umræðunni. Borgarstjóri fór yfir það hér áðan að það er verið að tala það og það þykir mér til bóta í þessu máli að það er verið að tala það að einkaaðilar geri tilboð í heildarreitin og geti þar með selt og eða leigt á almennum markaði. Og þá erum við að tala það að ef ég skildi þetta rétt að við erum að tala 167 íbúðir í Vesturbugt, svo ég haldi mig við Vesturbugtina, og þar að verði kannski 80 til 100 á það sem við getum kallað á félagslegum grunni. Það er að segja félagslega leiguíbúðir félagsbústaða, það verða stúdentaíbúðir og það verða íbúðir fyrir aldraða. Það sem eftir væri þá einkaaðilar að selja eða leigja á almennum markaði og ef að ég skil þetta rétt og það kemur þá betur í ljós hérna í umræðuna eftir að þá verða þær íbúðir sem að geta orðið þá upp í 87 með við að 80 er á félagslegum grunni að þá verðum við ekki að tala niðurgreiðslu leigu á þeim. En umræðan okkar nefnilega hér fyrir jól þegar við vorum að ræða húsnæðismálin að þá vorum við að vara við því, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að því að þannig skildum við tillögurnar þá. Og eins líka í kosningabaráttunni
að það væri verið að tala það að borgin færi að niðurgreiða húsaleigu á almennu markaði, niðurgreiða húsaleigu fyrir fólk sem ekki á neinum félagslegum forsendum. Þannig að það held ég megi fullir að falli frá því í þessari skýrslu Reykjavíkurhúsin og þar kemur auðvitað inn í meðal annars ESA, af því að þetta væri þá myndi falla undir væri ólöglegi ríkisstyrkir eins og það nú kallað í þeirra umhverfi. Þannig að ég get ekki annað en sagt það að ég lýsi yfir ánægju að þetta sé að fara í þessa áttina og bara mjög mikilvægt og ég undirstrika það og það var ástæðan fyrir því að við sátum hjá en það við í Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn við viljum styðja allar góðar hugmyndir, allar góðar leiðir sem stuðla að uppbyggingu á húsnæðismarkaði af því að það svo mikil þörf fyrir að hraða þeirri uppbyggingu. Og auðvitað eru þessar íbúðir í Vesturbuktinni eins og komið hefur hér fram meðal annars í máli Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina að þetta ekkert margar íbúðir og það vantar miklu meira og þarna verða ekkert mjög margar íbúðir til dæmis fyrir félagsbústaði það sem mikil þörf og það vantar eins og hefur bara verið í umræðinu undanfarna daga og svo sem oft dúkkað upp áður en hefur sérstaklega verið í umræðinu undanfarna daga meðal annars eftir að Samtök iðnaðarins voru að lýsa sinni greiningu á byggingarkostnaði og hvernig mætti lækka hann að þá þarf að gera miklu betur, það vantar þá bara fleiri lóðir og fleiri stöðum. Borgarstjóri nefndi mögulega lóðir í Grafarvogi, það má halda áfram með Úlfarsárdalinn klárlega og við þurfum að koma inn fleiri lóðum og þá eins ódýrum lóðum og hægt til þess að leysa úr þessum húsnæðisvanda sem að hlaðast upp. Þannig að þetta nú svona staða núna og borgarstjóri getur þá farið í þetta sem ég hef verið að segja ef að það einhver misskilningur í þessu en þetta minn skilningur að einkaaðilar muni koma miklu meira að þessu heldur en leit út fyrir þegar við vorum að ræða þetta síðast í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, það hv. borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það kannski ágætt að hreinsa ef það hefur komið upp misskilningur út af þessum tveimur tillögum. Það réttur skilningur að þegar verið að auglýsa eftir samstarfsaðilum þá í raun ekki hugmyndin að auglýsa eftir þeim aðilum sem byggja allan reitin með öllu sem tilheyrir heldur verið að auglýsa eftir þeim sem að hefðu áhuga á að koma inn í raun þennan forkaupsréttar hluta ef svo má orðið komast. Það að segja ef að 80 af 170 íbúðum á félagslegum grunni og félagsbústaðir yrðu með 40 þeirra þá býður okkur samt sá hausverkur að velja inn aðila sem verða með hinar 40 og það engin leið hreinni í því heldur en að auglýsa eftir því og það það sem verið að leggja til síðan verið að leggja af stað í það að útfæra útboð að öðru leyti sem nokkuð flókið og það hægt að gera það samhliða deiliskipulagsvinnunni. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, bara fáein orð og líka hvatning til allra borgarfulltrúa og allra yfirleitt að kíkja á þessa eða lesa þessa skýrslu sem mér finnst vera mjög góð og það sem mér finnst svo mikill kostur við hana að þarna eru skilgreindar 5 mögulega leiðir og það eru nefndir líka 5 þættir til þess að miða við. Þessi þættir eru íbúar, hagkvæmni, blöndun, hönnun, lögmæti og síðan
fær einlega hver af þessum þáttum fær ákveðna einkunn, hvort að viðkomandi ágætt, viðunandi, slagt, óásættanlegt, ófær eða óvissa. Og það sem að mér finnst sem sagt gott við þetta að þarna búið að opna þetta ferli rosalega mikið. Þetta óbúslega upplýsandi að lesa þetta. Þarna ekkert dregið undan. Það ekkert sem algott frekar en annað í tilverunni, sko. Allt hefur einhverja galla en gallarnir eru mismiklir. Þannig að fyrir þá sem ekkert ægilega miklu sérfræðingar í því hvernig best að standa að svona uppbyggingu og alls engi sérfræðingar í fjöllugnahúsalögum, þá þetta allavega mjög upplýsandi. Og en leið þetta, að því þetta svo opið, það allt opnað upp á gátt, þá þetta líka, sko, liggur þetta vel við höggi, sko, þegar þetta halda í fram jafnvel að ekkert af þessu sé nógu gott, að því að ekkert fær grænt ljós alla leið. Þannig að ég vildi nota tækifæri til að þakka fyrir þessa vinnu. Hún hefur tekið langan tíma en þetta líka ógeðslega flókið. Ég held þessi rosalega mikilvægt og ég held að það sé að því að borgarfulltrúinn Guðfinna nefndi það hér áðan að það væri hægt að selja þetta allt saman með einhverjum skilmálum og nota síðan það sem fæst til einhverja góðra verka í borginni. En ég held að við séum þetta sé miklu meira og mikilvægara brauðrindastarf að þróa hverfin með þessum hætti frá byrjun. Og þetta flókið, já, örugglega, ég kýs að líta svo á að orð borgarfulltrúans Guðfinnu Guðmundsdóttur séu til þess að brýna okkur og það mjög gott að hafa hennar lögfræðilegu augu til þess að koma auga á veikleika í þessu. Mér dettur ekki halda því fram að það sé meiningin að tefja þetta. Þannig ég held að það sé mjög gott að hafa þau röntgen augu með. En ég segi það samt að því mér hefur stundum fundist að lögfræðingar hneigjast líka mjög og þá ekki að tala þennan tiltekna lögfræðing heldur lögfræðingar líka í borginni að þeir hneigjast voða mikið til þess að segja að þetta ekki hægt. Það ekki hægt, það engar umbætur, engar breytingar hægt. En ég held að, og það ekki nokkur vafi á því að því sagan, Íslandssagan og mannkynssagan full af hlutum, full af einhverjum áætlunum og þróunum sem menn töldu upphafi ekki hægt, en síðan reyndist það hægt þegar að margir tóku sig saman og það fundust lausnir. Og ég alveg sannfærður það að það þannig í þessu tilviki, mun vera þannig í Vesturbyggð og mun vera þannig við Kirkjusand. Þannig að þetta gott mál, þetta mjög mikilvægt mál og ég heyri ekki betur og mér heyrist að meira segja á síðasta ræðumanni að við séum öll að nálgast það að vera frekar sammála að þetta fær leið, hinn blandaða leið. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja á að fá að þakka borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu, biður innlega afsökunar, ég man ekki hvers dóttir borgarfulltrúa Framsóknar kærlega fyrir sitt mjög fína innlegg. Ég held að þetta sé mikilvæg umræða og það verður að segja að það svona virðingavert að maður finnur að það svona alveg unnið, svona grúskvinnan unnin líka, hún skiptir máli. Þannig að ég ætla að þakka fyrir það og kannski bæta ekkert mikið við þau sjónarmið. Ég ætla hins vegar að fá að taka örlítið annan vinkil á minn ræðutíma hér sem ég held ég ætla að hafa ríflegan. Það allir búin að fá sér að borða á svona og það góða við að vera í Gerðubergi að þetta miklu minna maður miklu minna hræddur í þessari pontu heldur en hinni. En það náttúrulega konan í mér að tala. Eitthvað sem við ætlum að laga í skólakerfinu okkar með tímanum. En það þannig. Þannig að ég hugsa að taka mér góðan tíma í að ræða eitt sem mig langar pínu að ræða. Ég býst við að borgarstjóri verður ekki sérstaklega ánægð með mig.
en hann verður að þola mér það. Mér langar aðeins að rifja upp svona nánustu fortíð varðandi einn vinkils þessa í rauninni húsnæðismáls, við myndum nota það, svona þær gæsalappir undir sem svona yfirheiti á það sem mér langar að tala því að í gegnum, ef við höldum okkur bara við svona cirka síðasta 1,5 ári, þá var ekki nema bara það, að þá hefur svona aðeins svona slegið úr og í, hvað eru Reykjavíkurhús, hvað eru ekki, hvað eru félagslegu úrlausnirnar, hvað ekki og svo framvegis. Þannig að ég ætla bara að tala svona húsnæðismálin, ég held að þessi bara skýrast. Og það langar mig kannski sérstaklega að taka fyrir einn vinkil í umræðinni og þá ekki síst umræðinni á okkar fundum, í okkar vinnuhópum, á borgarstjórnarfundum, í kosningabaráttunni og allt fram til þessa dags svo gott sem. Ég ætla að ræða eitt sem ég hef búin að ræða í 1,5 ár sem heitir ESA-reglur ríkisaðstoð. Ég nefnilega, og fleiri en ég að sjálfsögðu, en ég ætla alltaf að tala hérna fyrir mig og því ég man að ég sagði það, búin að spyrja ítrekað borgarstjóra, meirihlutann eða hvern svo sem var í forsvari fyrir á hverjum tíma, hvernig það fengi staðist að vera annars vegar að tala að núna ætlaði borgin að koma til móts við nýjan hóp venjulegs fólks, eins og var orðað, sem að þurfa ekki félagslega aðstoð en eru ekki ríkir, eru fyrir þessum forsendubrest sem allir urðu fyrir hérna eftir hrun. Þekkjum það öll að það búið að vera erfitt hjá ansi mörgum. Þetta væri semst venjulega fólki sem ekki skilgreint sem félagslega þurfi heldur í rauninni bara ansi margir aðrir. Og þarna ætlaði borgin að stíga fram fyrir skjöldu fyrir þetta fólk sem hljómar afskaplega verið mjög falleg hugmynd en hefur marga galla sem ég hef reynt að tala fyrir núna í 1,5 ár. Og eins og ég veit að ágætur vinur minn borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson finnst mjög leiðilegt að tala lögfræði og ég alveg sammála því og almennt á pólitík að snúast hugmyndafræði og einhverja sýn en ekki lagatekni, en lögin skipta samt máli. Og lögin skipta líka máli sérstaklega þegar maður á að vita betur. Og það skiptir máli að segja, til dæmis kjósendum sínum, að það skiptir máli að segja þeim ekki ósatt. Og ég verð að viðurkenna að ég pínu hugsi yfir þeirri stöðu sem við erum komin í núna, miðað við þær umræður sem hafa verið þennan vinkil málsins núna í 1,5 ár. Þannig að til þess að gera langa sögu stutta, þá hef ég bæði spurt að því, þar sem að það var talað að það að ESA svokölluð, sem semst eftirlitsstofnun EFTA, sem svona okkar vinkill inn í Evrópusambandið út frá EES-reglum, svona til þess að hafa þetta allt á hreinu, að þá þetta semst þær reglur sem við erum skuldbundin sem ríki bara í Evrópu, þar sem við verðum að hafa okkur ákveðinn hátt til þess að bara mega vera þar. Og ég gat ekki með nokkru móti séð hvernig í óskubun sveitarfélag, opinbert apparat, ætlaði að fara að veita einhverjum óskilgreindum hópi svona stuðning, hvernig það geti samræmst þessum reglum. Hvernig það myndi samræmast samkeppnisreglum, hvernig það myndi samræmast jafnræði, hvernig óskubun myndi velja það fólk sem myndi njóta þessar fyrirgreiðslu en ekki aðrir og svo framvegis. Þá var talað að ESA hefði verið beðin svokallaða undanþágu til þess að út af forsendubresti, út af hruninu, að þá væri hægt að rökstyðja, það væri kominn nýr félagslegur hópur sem þetta aðstoða og það var eiginlega bara formsatriði en sú undanþága myndi koma. Svo einhvern veginn það þannig að mánuðirnir liðu og vikurnar liðu og allt í einu voru húsnæðishópurinn allt í einu var leystur upp og öll gögn ekki lengur á alls konar einhverjum vefsvæðum, það skipti engu máli hversu mikið maður spurði, maður fekk engin svör, styttist í kosningabaráttuna og allir bara horfðu eitthvað út í loftið. Og það alveg magnað og ég ætla ekki að væla við því hver vann kosningabaráttu. Það bara partur að vera í pólitík. Fínt, ef þú náðir að koma ótrúlega flottu slagorði til kjósenda sem ég ætla að leyfa mér að fullyrða að misskildu ef að það var ekki verið að tala að borgin myndi gera eitthvað annað heldur en bara útluta einhverju lóðir sem að þegar búið að útluta og fara reyndar allar til stúdenta, aldraðra og þeirra sem þurfa félagslega aðstoð. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að flestir kjósendur, sérstaklega Samfylkingarinnar, héldu á þessar 3.000 íbúðir aðstoð fyrir venjulega fólkið, borgin ætlaði að stíga inn í út af forsendubresti og hérna þið allt bara eins og blóm í eggi í húsnæðismálum. Auðvitað gengur það ekki eftir það ekki þannig sem að sveitarfélagi og opinbert fyrirbæri getur hagað sér. En
Samfylkingin verið að eiga það við sig, hvernig hún talaði í sinni kosningabaráttu. En ég ætla bara eins að leyfa mér að grípa inn í skýrsluna, þessa sem er núna búið að kynna fyrir okkur og er tæplega mánaða gömul. Þar sem að það segir svo gott sem þetta borgarbland sem er kallað, sem er nákvæmlega þetta að borgin ætlaði að fjármagna út frá félagslegum sjóðum og svo það bara gengur ekki upp. Það er bara sagt strax að þetta er brot á EES-reglum sem ég er enda búin að segja í 1,5 ár. Það er bara að sveitarfélagið getur ekki staðið í þessu, þetta er út úr borðinu. Út af borðinu og fínt, það er ekkert nýtt í þessu hjá mér, bara ekki neitt. En mér finnst algjörlega magnað og ég ætla að leyfa mér að efast það, að þetta sé algjörlega nýtilkomið gagnvart meirihlutanum. Og ég er ekki mikið fyrir það að standa hérna og brigsla fólki að ljúga eða vita betur en eitt slíkt, það er almennt ekki minn stíll. En þetta er vægast sagt stórfurðulegt. Því að eitt er til dæmis kosningabarátta, en annað er til dæmis 18. nóvember síðastliðinn. Og ég ætla að biðja ykkur að hafa í huga að þá er allavega ár liðið af mörgum fundurum sem eru ítrekað verið að spyrja þetta mál. Það er búin heil kosningabarátta sem ég ítrekað reyndi að spyrja, þetta er ólöglegt, hvernig ætlaði að gera þetta og komi engin svör. Og ég get auðvitað ekkert, ég ætla ekki að áfellast kjósendur í Reykjavík, sjálfsögðu ekki fyrir að spyrja ekki þessar spurninga, en ég ætla að leyfa mér að fullyrða að hvernig þetta var borið á borð var svo einfalt, það sagði ekki satt. Þetta var ekki satt. 18. nóvember síðastliðinn, það er nú ekki lengra síðan að þá. Öll þessi vinna, öll þessi skýrsluvinna, hvað er hún búin að taka? Öll þessi vinna er búin að taka 5 ár. 18. nóvember síðastliðinn, þá spurði ég aftur út í þetta. Spurði aftur út í hvernig ósköpunum þetta átti að geta gengið upp út í að þá hef ég hlustað á borgarstjóra á Bylgjunni þá morguninn þar sem hann talaði aftur, ekki bara í kosningabaráttunni, hálfu ári seinna, venjulega fólkið og það er ekki af dýrt út af því að það er ekki búið hæstbjóðanda, þannig að það er ekki af dýrleigan og svo framvegis og svo framvegis. Og ég endurtók bara eftir þessa vangavelti mínu hvernig í ósköpunum það geti staðist og ekki út frá einhverju hugmyndum eftirspurn og frambúð eftirspurn á markaði neitt slíkt, heldur bara fyrstulega stenst þetta lög, hvernig í ósköpunum þetta standast það, hvernig þetta standast jafnræði og sanngirnina í þessu öllu saman. Borgarstjóri, og já, ég meinti einmitt reyndar á sem að kannski að sænski kratahagfræðingurinn, hann líkir því við að öll afskipti þessu opinbera af svona leigumarkaði er skilvirkasta leiðin til þess að eyðileggja borg fyrir utan sprengjuárás. Borgarstjóri núna 18. nóvember síðastliðinn, hann brást ekkert sérstaklega vel við þessu. Hann kallaði ræðu mína eldmessu, sem mér fannst svo sem bara hrós. Svo talaði að ég hafi þá verið að gagnrýna meirihlutann fyrir að halda úti orðrétt, með leyfi forseta, sósíalisma andskotans sem jafnaðist á við sprengjuárás. Tilvitnun lýkur og hann var ósáttur við það og það er allt í góðu með það. Svo endar hann ræðu sína á eftirfarandi, með leyfi forseta. Til að halda til haga, þá hefur aldrei verið sótt undanþágu frá ríkisaðstoðarreglum til ESA því það var uppbyggingaráform var einungis kynnt fyrir ESA því þau eru einmitt ekki í andstöðu við reglur ESA. Þetta fullyrti borgarstjóri í pontu borgarstjórnar 18. nóvember. Og gott með það. Ég ætla ekkert að fullyrða hvort að þarna vissi hann betur, hvort hann var komið til hotn, nefndi hann ekki bara að skoða þetta eftir 1,5 ár. Var einhver búinn að ljúga honum? Var einhver bréf eitthvað þar sem það var sagt þetta var kynnt fyrir ESA og þetta fer ekki gegn reglum ESA? Eða hvað? Ég veit það ekki, mér er svo sem sama að ég á að segja ykkur annars út af því að þá ætla ég að koma á trún á angonum að þessari ræðu að stundum gefst ég pínu upp og ég ætla bara að viðurkenna það að í þessu máli, þessu ESA-máli undanfarið ár, þá er ég bara orðin svona þreytt og það er rosalega skrítið að vinna í pólitík þar sem að maður heldur stundum að allir vilji gera vel og það er oft talað að maður eigi að reyna að vinna saman á góðum málum og við ætlum að segja satt og vera saman í liði og eitthvað og svo verður maður bara, svo fallast manni bara hendur þegar ítrekað tala nógu loðið til þess að þurfa aldrei að svara til saka. Það er alltaf einhvern veginn snúið út úr já og eða bara sagt ósátt, annarkvort viljandi eða óviljandi eða hvað það er og manni bara fallast hendur. Það er annars vegar borgarstjóri sem með öll gögn, alla fundina, allar upplýsingar, allt saman hjá sér. Og svo er það fulltrúi minnihlutans sem hef ekki neitt nema þetta borð til þess að spyrja spurninga og treysta því að mér sé sagt satt, að borgarbúum sé sagt satt og maður verður svo þreyttur þegar maður getur ekki treyst því.
Hvert maður þá komin? Og sérstaklega, þá væri þetta einhvern veginn heiðarlegra ef við værum hérna alla daga í einhverjum leikjum að við værum hérna í orðaskilmingum alla daga. En við erum oft að reyna að vera það ekki. Við erum oft að reyna að vinna saman á góðum málum. Meirihlutinn skreytir sig, og ég ætla ekki að segja með stolnum fjöðrum, því oft stendur hún oft undir því að vilja vinna með minnihlutanum og vilja gera vel og vilja líta á okkur öll sem einhvers konar heild sem viljum öll, þó við séum oft ólíkar áherslur, við viljum öll gera vel fyrir borgarbúa. En hvaðan kemur þá þessi áhersla? Eftir þöggun og loðin svör og lygar, mánuði seinna stendur hérna svart á hvítu við sem satt allan tíman. Þetta hefði ekki farið mjög vel inn í kosningabaráttunni, ég átta mig alveg á því. Og eflaust átta sig allir á því. En eigum við þá ekki bara tala það eins og það og hætta að þykjast vera eitthvað annað? Því að það einhvern veginn, maður orðinn þreyttur á því að slást við vindmyllur. Því að ég hef ofboðslega lítil völd með við borgarstjóra og meirihluta og með alla stjórnsýsluna og öll gögn og allt saman. Ég hef ofboðslega lítil völd og maður verður þreyttur. Og sérstaklega það einhvern veginn ekki alveg nóg mikil heild í þessu. Og að lokum í þessum anda langar mig kannski beina því til meirihlutans sem ég veit nefnilega oft ágætur. Og ég veit ekki alveg hvort þið áttu ykkur á því með fullri virðingu, en það voru til dæmis 2 tillögur hérna í dag. Komu annars vegar frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og hins vegar frá borgarfulltrúum Framsóknar og flugvallavinna skólamál, 2 konar skólamál. Í báðum tilvikum komu hingað upp fulltrúar meirihlutans og sögðu, viljið nú hætta þessu því að ég get ekki betur séð en við séum öll sammála. Ræður 2 borgarfulltrúa snerust það að við værum nú öll sammála og því var nú óþarfi að vera með eitthvað vesen. Þetta voru tillögur minnihlutans. Fulltrúar meirihlutans komu og sögðu, heyrðu, við erum nú öll sammála en verið þið sammála okkar breytingatillögum. Af hverju meirihlutinn var svona sammála, af hverju gat hann þá ekki bara fleygt sig á bak við tillögur minnihlutans? Það var út úr dúr, en þetta var í þemanu, það gott að vilja tala fyrir nýrri pólitík og að við erum að vinna saman fyrir Reykjavík og það hljómar allt rosa vel á tyllidögum og lítur eflaust vel út, en það þarf líka að standa undir því. Takk. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér fannst þetta skrítin ræða. Það alveg rétt hjá borgarfulltrúanum og mér fannst hún full af alls konar fullyrðingum lygar og blekkingar og eitthvað slíkt sem mér fannst borgarfulltrúin ekki hirða að færa nokkur rök fyrir. Þegar að ræða ESA, að þá verður það alltaf verið stefnan að finna leiðir til að þurfa ekki að sækja undanþágu frá ríkisaðstoðarreglum ESA vegna þess að það hefði einfaldlega tafið málið. Og það hefur ekki verið neitt launing á mál á því hvaða bréf var sent ESA vegna þess að það var lagt fyrir borgarráð. Ég held að það meira sé verið lagt tvisvar, fyrst til kynningar og síðan þegar borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins báðu sérstaklega það. Mér minnir að það hafi verið í byrjun árs 2014 fyrir kosningar. Og það var aldrei neitt leynimakk og paukur með það, en nú veit ég ekki hversu vel heima lögfræðingurinn og borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir í þessum málum, en ef þú telur þig vera að fara leiðir þar sem að þú þarft ekki að sækja undanþágu frá ríkisaðstoð, þá þarftu engu að síður að kynna ESA áformin þannig að þú lendir ekki töfum seinna meir varðandi það að þeir biðji að mál séu stoppuð til þess að afla gagna. Þannig hefur til dæmis ríkið lent í varðandi ívilnanir til gagnavera og svo framvegis. Þannig að við vildum ekki lenda í því að því okkur liggur á. Þess vegna skil ég ekki vegna þess að þetta hefur áður, það alveg rétt, þetta hefur áður komið fram hér í samskiptum okkar á borgarstjórnarfundum að Reykjavíkurborg hefur ekki sótt undanþágu frá til þess að geta veitt ríkisaðstoð í þessum málum. Heldur þvert á móti verið að kortleggja bestu leiðir í því að þurfa ekki að sækja slíka undanþágu. En engu að síður þarf að kynna fyrir ESA hvaða leið við ætlum að fara. Og ég kann því satt bara að segja mjög illa að þurfa að sitja undir því að það að hafa beitt einhvers konar blekkingum eða öðru slíku, hvort heldur gagnvart borgarstjórn, þaðan sem að ég sæki umboð mitt,
eða til kjósenda þar sem ég sæki að sjálfsögðu lýðræðislegt umboð mitt í kosningum. Þannig að ég veit eiginlega ekki satt að segja hvað borgarfulltrúinn að fara. Í hverju felst lygin þegar að það hefur alltaf verið stefnan að fara þær leiðir að við þurfum ekki að sækja undanþágu frá ríkisaðstoðarreglunum. Ekki vegna þess að það sé eitthvað rangt í sjálfu sér að sækja slíka undanþágu, heldur vegna þess að við teljum okkur ekki þurfa þess, vegna þess að það er hægt að fara aðra leiðir en ná jafnframt sömu markmiðum, og auðvitað það þannig að mjög víða í Skandinavíu eru farnar áhugaverða leiðir í húsnæðismálum sem ekki varða EES. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá veitir Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi andsvar við ræðu borgarstjóra. Góði borgarfulltrúar, já, ég þakka borgarstjóra fyrir þetta ágæta svar. Ég alveg ágætlega vel að mér í lögfræði og svo það annað sem heitir pólitík, og það sem ég var kannski klúðuslegan hátt eftir að hafa verið of mikið búin að flækjast í þessu í allt of langan tíma á nokkra svara eitt en eitt, í rauninni bara það. Það var alltaf statt og stöðugt gagnrýnt það að þetta form gæti ekki staðist þessar reglur. Það var mjög málum blandið hvort þetta bréf var álitið sem hvort þetta verið að sækja undanþágu, hvort voru þetta tilkynning og hvernig og hversu lengi að bíða eftir viðbrögðum ESA, hvort þetta mótmæla því og svo framvegis. Ég ekkert ósammála borgarstjóra með það. Það breytir því ekki að efnislega voru spurningar. Það voru svona vísbendingar að þetta myndi örugglega ekki standast það hlutverk sveitarfélaga að geta farið með svona að styrkja fjárhagslega einn hóp umfram annan sem ekki skilgreindur sem þurfandi. Þannig að það nú bara það sem að svona pólitíkin í því sem ég var að tala að allan þennan tíma fyrir og eftir kosningabaráttunni, í kosningabaráttunni öllu saman, þá lá þetta yfir þessu öllu og það var aldrei neinn áhugi því að ræða það, skoða það, spyrja, gera eitthvað með það. Þannig að ég vil bara sjá á hreinu. Ég sakaði engan hér lygar, ég sagði að ég vissi ekki hvernig stæði þessu máli og þannig bara stend ég ennþá í dag eins og ég stóð fyrir 1,5 ári síðan. Ég í rauninni veit ekki neitt. Ég hef aldrei vitað neitt og ég bara óska öllum þess að þeir bara komi eins vel fram og þeir bara mögulega geta og það örugglega bara þannig. En ég get ekkert fullyrt það því að ég veit ekki neitt. Takk. Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nú ekki viss ég sé miklu nær, satt verið að segja, vegna þess að í fyrri ræðu sinni fannst mér borgarfulltrúum vera að setja fram býsna stóra ásakanir alls konar blekkingar og lygar og það að við varum að skipta hér mikið kúrs. En nei, ég bara ítreka það, okkar stefna hefur alla tíð verið að finna leiðir þannig að við þurftum ekki að sækja undanþágu frá ríkisaðstoðarreglum. Og Reykjavíkurhúsin byggir á það eru markmið sem liggja því konsepti grundvallar eins og ágætlega var rakið hér í ræðu frummælanda, borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur, og við erum að finna leiðir að hluta til tæknilegar, lögfræðilegar, en samt tryggja okkur þá félagslegu blöndun sem að Reykjavíkurhúsin standa fyrir. Reykjavíkurhúsin standa fyrir ákveðin markmið. Þegar kemur síðan að því að efla almenna leigumarkaðinn, kannski það sem á borgarfulltrúum að fiska eftir, að þá verður alltaf legið fyrir að við getum ekki lagt fram ríkisaðstoð vegna þess, en við getum til dæmis sett það inn í skilmála að það sé einn eigandi sem tryggir það að þetta verði áfram leiguíbúðir og svo framvegis og þessi gögn hafa verið aðgengileg og ef að borgarfulltrúinn telur sér vant einhver gögn þá getur hann að sjálfsögðu fengið þau öll. Hv. borgarstjóri hefur lokið að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Góða borgarfulltrúar, takk fyrir þetta. Ég ætla ekki að fara að endurtaka mig hér. Ég held að sé algjör óþarfi að við förum einhvern veginn aftur að fara út í hvernig þessar mismunandi tillögur voru hugsaðar. Það breytir því ekki og upphaflega stóð til að borgin myndi koma að með öðrum hætti en eins og hefur tíðkast með einföldu lóðaframboði og almennu skipulagi, heldur með einhvers konar inngripi
þá voru spurðar margar spurningar, þá voru gerðar margar athugasemdir að það myndi eflaust ekki standast, sem líka niðurstaðan í þessari skýrslu. Þessar hugmyndir hafa verið gerðar afturreka, þær standast ekki þessar reglur. Við sögðum það allan tíman þrátt fyrir að það samtal var eiginlega einhliða af okkar hálfu. Það er það sem ég vildi bara benda á. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvarum lokið og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir er næst í pontu. Forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar. Ég skal viðurkenna það að þrátt fyrir að við höfum sett þetta mál á dagskrá og þá er ég í smá vandræðum með að aðskilja þessa umræðu hérna Reykjavíkurhúsin og síðan atriði sem eru til umræðu eftir undir liðnum hérna Vesturbuktina, en ég mun þá bara vísa til þess málflutnings sem hér fer fram. Ég ætla að taka einn nýjan vinkil á þetta í viðbót. Ég svo sem þetta er búið að ágætis umræður sem hafa verið hérna. En þetta, fyrir mér, þá snýst þetta það að við viljum, og ég held að við séum öll sammála það, að við viljum byggja upp blandaða byggð í borginni. Og það er settur á fót starfshópur sem hefur það að markmiði samkvæmt erindisbréfi að koma með ákveðnar tillögur. Hann segir það reyndar fljótlega, hann getur það ekki alveg en kemur samt sem áður með 5 leiðir. Við fengum kynningu á þessum leiðum í borgarráði fyrir rúmlega mánuði síðan sem er kynntar í þessari skýrslu sem að ítrekað hefur verið vísað til hérna í ræðustól. Það sem mér finnst mjög sérstakt og sérstakt vinnulag er það að það liggja fyrir 5 leiðir sem talað í skýrslunni. Síðan á sama fundi reyndar og skýrslan var kynnt, þó svo þeim málsli hafi verið frestað, að þá á að fara í útboð og annars vegar auglýsing eftir samstarfsaðilum verkefni og hins vegar útboð á lóðinni. Og nú skil ég ekki alveg hvernig getur farið í útboð einhverju sem við vitum ekki hvað er. Ég myndi allavega ekki vilja sætta mig það, hvort sem ég er í meirihluta eða minnihluta, að þetta sé gert með þessum hætti. Ég myndi vilja að við myndum ákveða hérna hvernig við ætlum að gera þetta. Ég hef spurt mig hérna í sætinu í allan dag, er ég að misskilja eitthvað í þessari skýrslu? Er ég að misskilja eitthvað í því sem hefur fram með komið? En eins og ég skil þetta, þá erum við ekki búin að taka ákvörðun hvað leið verður farin. Við ætlum að auglýsa eftir samstarfsaðilum þar sem við ætlum að útfæra nánar einhverjar hugmyndir í með umboði þá borgarstjórnara, því við erum búin að taka ákvörðun hérna á þessu fundum eitthvað sem við höfum ekki hugmynd hvað er. Og það truflar mig bara rosalega að taka ákvarðanir eitthvað sem ég hef ekki hugmynd hvað er. Og ég gerði bókun á borgarráðsfundi 27. mars 2015 þar sem ég talaði sérstaklega að lögmætisköflunum í lok hverrar leiðar væri ábótavant. Því við verðum að geta metið áhættu af málarekstur og mögulegum skaðabótum sem hver og ein leið kann hafa farið för með sér. Sérstaklega með tillit til EES-samningsins, jafnræðis og samkeppnissjónarmiða. Og ég skil alveg hvað borgarstjóri, og mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt, að auðvitað við viljum ekki vera að fara þarna. En við verðum að taka upplýsta ákvörðun. Og það er kannski þessi borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur aðeins verið að tala. Hún var að tala við höfum ekki fengið öll gögn og allar upplýsingar til þess að geta metið hlutina. Og við segjum sem eru tiltölulega nýrri sem eru komin til starfa að út frá þessari skýrslu sem að liggur fyrir og reyndar húsnæðisstefnunni sem að hún er byggð á og frá 2011 og við höfum reyndar gagnrýndar forsendur sem þar eru, þá verðum við að byrja því að taka ákvörðun hvaða leið við ætlum að fara. Og ég get ekki séð að við séum að taka ákvörðun það hvaða leið við ætlum að fara með þessi Reykjavíkurhús,
hvorki með því að setja með auglýsingunni, né í útboðinu eða sem sagt úthlutun á lóðinni. Og ég bara ef að það einhver annar sem skilur þetta öðruvísi, þá bara myndi ég gjarnan vilja að hann kæmi hérna upp í pontu. En ef að meirihlutinn að segja við okkur að við ætlum að taka ákvörðun án þess að vita raunverulega hvaða áhættur við erum að taka og hvaða leið verður farin, þá verður líka bara að segja það fullum fetum. Mér finnst ekki hægt að við séum að einhvern veginn róta endalaust í þessum húsnæðispakka og án þess að taka þá bara hreinlega ákvörðun. En mér finnst óþægilegt, herra borgarstjóri, sem ég veit að hefur lagt mikla áherslu á það að klára þetta mál sem fyrst núna þegar skýrslan er komin, finnst mjög óþægilegt að vera að taka ákvörðun þegar ég get ekki séð hvernig hagsmunir borgarinnar og íbúa borgarinnar og skattgreiðenda verða sem best tryggðir. Bara sorry, ég kallaði líka eftir þessu á fundi þar sem hefur rætt þetta á öðru vettvangi að mér finnst algjörlega nauðsynlegt að það komi frekari skýringar. Og þess vegna hef ég velt því fyrir mér, af hverju getum við ekki bara komið fram með tillögu og óskum eftir samstarfsaðilum? Og án þess að úthluta sér lóð, það ekkert endilega nauðsynlegt að það þarf að úthluta sér lóð í Vesturbuktinni. Við getum nefnilega auglýst eftir samstarfsaðilum og farið í hugmyndavinnuna og lagt upp með ákveðin að það sé líklegast þessi lóð og annað slíkt og fengið feedbackið í vinnunni og svo úthluta sér lóð. En ég kannski bara hugsa þetta svona furðulega, en mér finnst þetta aftur á móti vera mjög rökrétt hugsun hjá mér, að við klárum hennar fundin í dag, við sammælumst það að fara í auglýsinguna því við viljum fá feedback frá aðilum og markum, að viljum slípa þetta til og fá fleiri álit inn og viljum ekki tefja verkið, en ég hef aldrei getað skilið af hverju úthlutun á lóðinni er órjúfanleg partur af þessu ferli sem við erum í akkúrat á þessum tímapunkti. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri næsta málaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka borgarfulltrúunum fyrir þessa ræðu og undirstrika að það skilningur allra sem að þessari tillögu koma, að það sé nákvæmlega farið eigi nákvæmlega að gera það sem að borgarfulltrúum var að leggja til. Við erum fyrst og fremst að auglýsa eftir samstarfsaðilum fyrir þá forkaupshlutann að þessu núna, en ætlum svo að skipa í samræmi við greinargerðina starfshóp til þess að útfæra útboðsskilmálana og lóðin verður ekki boðin út fyrr en að deiliskipulag hefur verið endurskoðað og liggur fyrir, sem geti verið snemma hausts. Þannig að við höfum þetta færi til þess að ræða það sem taka þarf á í útboðsskilmálunum og hér hafa komið margar ágætar ábendingar í það, en ég gerir ráð fyrir því að hópurinn verði skipað mörgum af þeim sömu og komu að í raun gerð þessara skýrslu og það sem þetta ekki verið að velja einhverja eina leið úr skýrslunni heldur í raun sameina tvær. Það er raun verið að sameina tvær og þannig teljum við að við getum sveigt fyrir öll lögfræðileg blindsker í þessu þó að það verði ekki þar með sagt að flækjustigið sé ekkert í því sem eftir standi. En allt þetta til þess að þegar að deiliskipulag verið klárt að þá verðum við komið með klár og skýra útboðsleið og ég ætla eiginlega bara að leggja til þess að koma til móts við þessar raddir að leið og það eru komnar inn listi yfir áhugasama, þá hægt að kynna það í borgarráði og kynna einhverja hugmyndir einhverja blöndun. Við sjáum það þá á eftirspurninni hversu mikil eftirspurnin verður. Á Kirkjusandsreitnum til dæmis að þá bæði það að ræða svona randbyggð þar sem að væri svona blanda íbúða inn í einu og sama í raun húsinu eða húskroppnum, en svo eru líka stakstæðar lóðir og það má alveg hugsa sér aðilega eins og til dæmis Þroskahjálp myndi allt eins vilja bara lítið stakstætt hús fyrir 4 íbúðir eins og að vera inn í hinu, en kannski vilja það hvort tveggja og það eitt af því sem það bara kom í ljós þegar aðilar gefa sig fram. Takk. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá.
forseti og ágætu borgarfulltrúar. Sem betur fyrir það þannig að við sem erum hér höfum flest sýn á samfélagið og sem við viljum berjast fyrir. Það vill svo til að þegar húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt, þá var hún samþykkt samhljóða í borgarstjórn vegna þess að það reyndist vera nokkuð sameiginleg sýn á húsnæðismarkaðinn. Við viljum að borgarbúar hafi þak yfir höfuðið. Við viljum að fólk hafi möguleika á litlu og ódýru húsnæði velji það svo. Og við viljum til dæmis að einstætt fólk eða einstæðir foreldrar geti búið einir velji þeir svo. Í dag þetta til dæmis ekki hægt ef að fólk á leigumarkaði vegna þess að leigan hún tekur allar tekjur eins einstaklings og þá á eftir að lifa. Það nánast ómögulegt að vera á leigumarkaði einn og óstuddur í dag. Við höfum líka viljað vinna gegn stéttskiptingu og hér tala allir félagslega blöndun. En til þess að ná þessari sýn félagslega blöndun, ekki bara þar sem ódýrar lóðir fyrirfinnast, heldur allstaðar í borginni, þá þarf að beita ofboðslega flóknum aðferðum. Og mér brá mjög að heyra borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur vera tala það að borgarstjóri talaði svo loðið á vísvitandi hátt til þess að fela eitthvað sannleika. Ég held að við öll kannski getum ekki talað óbóðslega skýrt eitthvað fyrirbæri sem alveg óbóðslega flókið. Sérstaklega það flókið þegar það komið í hendur lögfræðinga, eins og lögfræðingarna sem hér sitja í borgarstjórn. Og það oft vandinn. Ég hefði aldrei trúað því fyrirfram að það þyrfti svona mikla lögfræði í útfærslur borgarinnar að því að koma upp Reykjavíkurhúsum. Allt í einu verða bara lögfræðingar borgarinnar einhvern veginn aðalfólkið. Það eru lögfræðingur borgarinnar sem heimsækir eins og velferðarráð í síðustu viku til þess að kynna mögulegar útfærslur að Reykjavíkurhúsum. Af því að það dugar ekkert annað en að senda sprenglærðan og reyndan lögfræðing inn í fagráðin til þess að ræða þetta. Þannig að það ekki eins og borgarstjóri hafa talað eitthvað loðið. Ég meina, þetta ótrúlega flókið mál, en eitt veit ég að borgarbúar, þeir þurfa á því að halda að við tökum þetta úr þessari flóknu stjórnsýslu yfir á framkvæmdastig. Til þess að það geti orðið, þá þarf, eins og borgarstjóri sagði hér mjög skýrt í sínu máli, að forðast þess að ESA gefi úrskurð í þessu máli. Við erum að finna leiðir sem eru raunhæfar bæði fyrir borgina og þannig að íbúar borgarinnar geti leigt og eða keypt. Það kannski sérstaklega flókið að hafa byrjað á Vesturbuktinni vegna þess að það af öllum þeim svæðum sem eru til skoðunar varðandi uppbyggingu blandaðrar byggðar með Reykjavíkurhúsum, þá Vesturbuktin flóknust af því að þar þarf að vera bílakjallari, þar verða íbúðir einkaaðila, þar verða mjög margir samstæðsaðilar, enda einstaklega eftirsóknarverð staðsetning og margt flókið við það og laga umhverfi líka. En núna erum við að auglýsa eftir samstarfsaðilum til þess að byrja að vinna vinnuna með þeim sem ætla að kaupa þarna saman á meðan verða að klára deiliskipulagsvinnuna eða breytingarnar. Og mér finnst það bara algjörlega rökrétt að gera það vegna þess að við getum ekki einhvern veginn klárað allt eins og það sé eitthvað hægt í svona flóknu ferli að einhvern tímann verða allir á sama stað og allir bara einhvern veginn voru sáttir við öll svör alls staðar.
Þú veist, við vorum að tala hérna áðan kirkju sem á að vera á móti þessari staðsetningu sem búin að vera 8 ár hér í kerfinu og fólki finnst að við að fresta enn og aftur og fara í fleiri íbúafundi og fleiri hringi. Við getum örugglega alltaf verið að fjalla Reykjavíkurhúsin á næsta kjörtímabil og þarnæsta, en þá bara mun Reykjavíkurborg tapa því að hérna geti fólk sest að. Við verðum að bjóða fólki þak yfir höfuðið á viðráðanlegu verði og Reykjavíkurborg af mikilli einlægni undir forystu Dags B. Eggertssonar borgarstjóra að finna leiðir til þess að það geti orðið að veruleika. Ef að Dagur þarf einhvern tímann að tala eitthvað loðið það, þá bara skilja það ósköp vel. En að sé einhver óheiðarleiki á bak við það, get ég ekki bara samþykkt og að þannig sé talað. Ég þú veist, mér finnst það bara að skipta núna svo miklu máli að þetta geti orðið að veruleika. Ég hlakka svo til. Ég í þeim félagslega hópi að geta keypt mér útsýnisíbúð á þessum reit, Vesturbuktinni. Ég bara vel sett fjárhagslega og get bara vel verið að ég geti eignast þarna einhvern tímann útsýnisíbúð ef mér langar til þess. En þú veist, það ekki löngun mín, en það löngun mín að þó að búa á sama stað og stúdentar, öryrkjar, aldraðir, barnafjölskyldur, þar sem kannski einstætt foreldri í einni íbúðinni og svo bara alveg brjáluð kúrdafjölskylda með 7 börn í næstu íbúð. Ég held að það væri æðislegt. Þú veist, við viljum svona samfélag, en það flókið og stundum þoli ég ekki svona alla stjórnsýsluna í kerfinu af því að hún gerir hlutina ennþá flóknari en það þarf að vera og í rauninni svolítið öll þessi lögfræði og öll þessi stjórnsýsla svolítið að taka völdin af þeim sem að þó hafa einhverja sýn og vilja koma sýninni til framkvæmda og það einhvern veginn ótrúlega ósanngjarnt. Þannig að ósanngirnin byggist oft í einhverju regluverki sem að okkur finnst við ekki geta ráðið neitt við. En hérna erum við með ótrúlega flóknum hætti, með hjálp lögfræðinga, þó búin að finna leiðir sem að eru færar, þannig að þetta verður að veruleika, en það þarf aftur að deiliskipuleggja þessa lóð og eins gott að nota tímana með að það því að þetta deiliskipulag þarf að fara eftir öllum lögformlegum leiðum, því miður langar mig til þess að segja, það tekur svo langan tíma. Og á sama tíma bara fólk hér í borginni búandi við algjörlega óviðunandi aðstæður. Það að sökkva sér í skuldir bara til þess eins að hafa þak yfir höfuðið og því finnst við bara að vera í ruglinu. Og í sjálfu sér erum við í ruglinu að vera að ræða svona lengi og þess vegna, þú veist, ég hef ekkert ætlað minni hlutanum það að vera með einhverja tafataktík í þessu máli. En þegar þeir farið að brigsla hérna fólki sem af mikilli einurð að vinna að þessari sameiginlegu sýn borgarstjórnar, að fólk geti haft hérna þak yfir höfuðið, að þá bara, þú veist, fer maður að ímynda sér allt mögulegt. Ég ætla bara að hætta hér því ég vil ekki ímynda mér svona vitleysu. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu og aftur ítreka ég mikilvægi þess að við ávörpum hvert annað hér með fullu nafni og starfstitlum. En 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og við byrjum á Hildi Sverrisdóttur borgarfulltrúa. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það var svo margt í ræðu borgarfulltrúa Bjarkar Vilhelmsdóttur að ég þarf mögulega bara að fara aftur á mælendaskrá eftir því ég efast að 2 mínútur dugi. Kannski örstutt, ég vona að við séum öll sammála það að við erum öll meðvituð fyrir vandamálunum sem steðjar að varðandi íbúar í Reykjavík. Við viljum öll að allir vilji fá þak yfir höfuðið, þannig ég held að það sé nú svolítið ósanngjarnt að kannski í að því að það sé bara helmingurinn í borgarstjórn sem að því. Ég vil hins vegar aðeins fá staldra við þess sem að borgarfulltrúinn gagnrýndi mig sérstaklega fyrir, varðandi þetta að beita fyrir mig þessu regluverki sem virðist vera fyrir góðum verkum ef ég skildi þetta rétt. Ég veit ekkert alveg hvar ég á að byrja varðandi þetta sjónarmið
Sko, ef einhver heldur að til dæmis reglur ESA varðandi af hverju þær eru yfir höfuð settar, af hverju eru reglur samkeppnisrétt, af hverju eru reglur hvernig stjórnsýslan þarf að sýna jafnræði og sanngirni og vinna á ákveðinn hátt, þá held ég að við þyrftum meiri tíma heldur við höfum okkur hér í kvöld. Varðandi það vilja allir gera sitt besta og auðvitað þetta flókið og því skiljanlegt að tala loðið. Ég þyrfti líka ofboðslega langan tíma til þess því það ofboðslega auðvelt að snúa þeirri senu upp í eitthvað allt annað og ætla að fyrirgefa einhverjum pólitíkus sem að vill eitthvað vel og sér eitthvað fyrir sér. Það eru einhverjar reglur mögulega að flækjast fyrir honum. Í meir en ár búið að benda honum á að séu reglur að flækjast fyrir honum en það semst leyfilegt að hann svaraði annaðhvort ekki eða loðið út í að hann vill svo gjarnan að þetta gangi eftir. Það auðvitað gengur ekki. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir andsvari. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Jú, við verðum að fara að regluverki og það flókið að fara að regluverki því að það þarf bæði að gera það löglega og siðlega og þess vegna taka ákvarðanir núna svo ótrúlega langa tíma en það má líka alveg skoða hvort að það megi einfalda stjórnsýslu og ég sagði ekki að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson þyrfti að tala loðið, ég sagði að hann talaði kannski, fólk upplifði það sem loðið vegna þess að þetta væri svo flókið, það væri engin óheilindi á bakvið það bara flókið að setja sig inn í alla þessa hluti. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég átta mig á því. Það hins vegar bara ekki í boði. Það ekki í boði. Ef hæstráðandi í stærsta sveitarfélagi landsins sem hefur ofboðslega mikið að gera með líf allra borgarfulltrúa, ef hann hefur einhvers konar grun ef einhver hefur mögulega bent honum á að mögulega einn stærsta hugmynd sem hann og hans meirihluti að vinna fyrir sé einhvern veginn málum blandið, sem fari mögulega ekki eftir reglum, sem mögulega ekki eins einfalt og hann kannski haldi, þá ábyrgðarhluti, það sanngirni, það vonandi hin nýja pólitík að staldra við, segja, heyrðu, ok, þurfum við mögulega að skoða eitthvað betur, þurfum við mögulega að spyrja fleiri spurninga og ég mögulega að setja eins fyrirvara þegar ég ræði í öllum fjölmiðlum landsins í meira en ár hvað þetta frábært án svo nokkuð tíman setja fyrirvara hvort þetta sé yfir höfuð gerlegt. Ég veit að þetta flókið, ég búin að vita því 1 ár, ég búin að spyrja spurninga út af því. Það ekki í boði að standa hér og segja ég sé einhverju að vilja eitthvað að tefja eitthvað, vilja einhvern veginn skamma einhvern veginn eitthvað fyrir eitthvað. Við öll með mismunandi sýn á hvernig þetta gert. Ég finn að ég bara ekkert alveg í rónni með endilega framtíðina með þetta mál. Ég vil hafa þetta sem einfaldast, ég vil bara bjóða út lóðir og hafa samkeppni og áfram með þetta. Því að ég ekki ennþá sannfærð með það sem ykkur finnst flókið og ekkert endilega heiðarleg með út að það svo flókið en þið vilji vel og ég bara ekkert í rónni með það. Og ég má ekki, mér leyfist að vera ekki í rónni með það. Og mér þykir mjög leiðilegt að setja undir því að mér sé brigslum, ég sé bara með eitthvað stæla og það sé bara í lagi að meirihlutinn sé einhvern veginn loðinn með hvað eru reglur í þessu landi, að það sé bara einhverju stælar í mér að benda á það, mér þykir bara virkilega ósanngjarnt að setja undir því. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það kannski allt í lagi að staldra við og hugsa hver var að tala að brigsla eitthvað, ef bara ekki hægt að tala það sko. Það búið að vera lögfræðingar að vinna í þessu undirbúningi Reykjavíkurhúsanna núna í meira en 1 ár til þess að gera þetta lögfræðilega rétt. Stundum sýnir það sig nú meira eins og í Hæstarétti að dómarar ekki sammála, þeir eru með ýmiss konar sérálit. Það svolítið erfitt að fá alltaf kannski bara alla lögfræðinga á eina skoðun og það enginn að tala loðið til þess að fela einhverja lögfræði. Það bara stundum virðast hlutirnir flóknir í framsetningu eða loðnir í framsetningu af því að þeir eru flóknir. Það enginn, vondur vilji á bakvið einn neitt. Ég held öll sem eru minna, minnihluti, meirihluti, það skiptir ekki máli.
Við viljum fara að framkvæma, Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi sagði, hún vil bara bjóða út lóðir. Það það hins vegar, þar greinir okkur á, því að við viljum það ekki, því að við bjóðum út Vesturbuktina bara til hæstbjóðanda, þá fáum við þar bara svona eins og skugga fyrir efnameiri fólk, þá verða bara þarna flottar sérbýlishúsalóðir og það verður ekki þessi félagslega blöndun sem svo mikilvæg. Við erum í öllu þessu lögfræðiferli með alla þessu lögfræðinga í vinnu til þess að þurfi ekki bara að bjóða hæstbjóðanda. Þannig að verði ekki bara efnaríkt fólk, ríkt fólk sem býr á svona lóðum. Við viljum félagslega blöndun. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá færum við okkur yfir í andsvör hjá borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur. Forseti, borgarfulltrúar. Auðvitað eru hlutirnir flóknir þegar byrjað á öfugum enda. Og auðvitað getur lögfræðin og stjórnsýslan verið alveg hundleiðileg. En til þess að hlutirnir myndu ganga hratt og örugglega fyrir sig og til þess að ákvarðanir þurfi ekki að taka langa tíma, að þá byrja maður á þessum þáttum. Og eins og ég sagði hér fyrr í dag, mér finnst ótrúlegt að á öllum þessum tíma, húsnæðisstefnan er samþykkt 2011, það er mars 2015, að það sé ekki búið að klára þetta Reykjavíkurhúsamál fyrir löngu síðan. Ég efast að það taki meiri tíma fyrir lögfræðing sem að þekkir þennan málaflokk að klára þetta innan við viku. Og það hefur verið hægt að klára þetta fyrir mörgum árum síðan. En þegar byrjað á öfugum enda, að þá náttúrulega gengur það ekki. Það eins og það sé verið að taka núna bíl, rútu, strætó og dráttarvél og þá tróða þessu öllu og gera þetta einu hjóli. Varðandi samstarfsaðilana, að þá skilji það í þessu bréfi ESA að það sé, bréfi SEA, að það sé í rauninni þessar 80 íbúðir sem eru seldar, sem eiga að vera seldar til Reykjavíkurborgar, að þar eigi 40 af þeim að fara til félagsbústaða, en þessar 40 sem eftir standa, að það sé verið að óska eftir samstarfsaðilum vegna þessar 40 íbúða. Mér langar til þess að borgarstjóri svari mér því, hvort að það sé rétt skilið hjá mér. Þannig að þessar 90 íbúðir sem eftir standa, sem í bréfinu, að það ekkert verið að óska eftir samstarfsaðilum vegna þeirra. Eingöngu verið að óska eftir samstarfsaðilum út af þessum 40 íbúðum sem að Reykjavíkurborg hefur forkaupsrétt að? Eða verið, að því það segir 80 íbúðir, Reykjavíkurborg, 40 fer til félagsbústaða, 40 til einhverra annarra, svo talað 90 íbúðir og þar talað að 20 af þeim að vera leiguíbúðir og 70 þá væntanlega eitthvað annað. En það var ágætt að ykkur getur svarað með þessu sem búin að vera að starfa við þetta lengur, heldur en ég. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og forseti vill minna á að borgarfulltrúin í andsvari við Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúa en ekki borgarstjóra. En Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi svarar nú andsvari. Það verður gaman einmitt að búa í samfélagi þar sem að bæði rúta, bíll og dráttarvél geta búið saman. Mér líst vel á það. Vonandi verður það í Vesturbuktinni. Það talað að byrja hér á öfugum enda. Við byrjuðum á því að setja okkur sýn. Þannig að við vissum hvert við vildum fara. Við vildum blandaða byggð. Þess vegna bjóðum við ekki bara út til hæstbjóðanda. Þess vegna þurfum við að finna leiðir sem að reynast flóknar. Það ekki allir lögfræðingar jafn klárir og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir að geta bara klárað hlutina einni viku. Ekki þó svo að allir lögfræðingar á skrifstofu borgarlögmanns hafi lagst yfir málið. Þannig að kannski ætti bara borgin að íhuga það að ráða borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur til verksins eða tekur hana bara viku að leysa úr málunum. Hún þá kannski bara eini svona klári lögfræðingurinn á landinu. Við byrjum ekki öfugum enda, við ákveðum hvert við ætlum að fara og erum að fara þangað. Við erum komin ansi langt, við erum búin að auglýsa eftir núna samstarfsaðilum, það verður samþykkt hér á eftir. Við erum að fara að vinna útboðsskilmálum fyrir þessa
í dýrmætu lóð þar sem að dráttarvél, bíll og hjól verða bara öll saman sem betur ver. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið að svara andsvarið. Þá veitir borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir andsvar öðru sinni. Forseti, borgarfulltrúar, þú ert nú mjög skemmtileg Björk, en ef þið hefðu byrjað á réttum enda, þá væri nú ekki erfitt að finna út úr þessu. Og það hefur ekkert með mína þekkingu sem lögfræðings að gera heldur en almennt. En þegar það er ákveðin einhver niðurstaða og svo að reyna að tróða alls konar dót inn í hana, án þess að skoða í upphafi hvernig hlutirnir eiga að vera, þess vegna eru hlutirnir í dag eins og þeir eru búið að taka allt of langan tíma og ennþá, eins og þú sagðir áðan, að það sé búið að finna leiðina. Ef þú hefur lesið skýrsluna, þá er ekki búið að finna leiðina, vegna þess að þetta eru 5 leiðir og engin þeirra gengur alveg upp. Segðu mig hvaða leið það er sem búið að finna. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og ég minni borgarfulltrúa á að ávarpa hverja aðra með fullu nafni og starfstitli. En borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir svarar nú andsvari. Takk. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég eiginlega bara orðlaus. Ég bara, það hefur ekki eiginlega gerst áður. En já, ég ætla bara að sleppa þessu. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvarum lokið og til máls tekur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, hér erum við búin að tala þessi Reykjavíkurhús og þetta allt saman fram og tilbaka. Og ég ætla að endurtaka það sem ég sagði hér í ræðu minni áðan, að þrátt fyrir að þetta verði nú að veruleika, og þetta verður ekki að veruleika nálægt strax. Þessar íbúðir eru ekkert að koma nálægt strax. Það er búið að eyða mikill orku í þetta. En það vantar miklu fleiri íbúðir en þetta, þannig að það þurfum að einfalda hlutina svolítið. Ok, þetta er tilraun eða verkefni sem gengur út á það að tryggja félagslega blöndun sem við erum öll sammála að hún sé mikilvæg á stöðum þar sem að lóðir eru dýrar. Kirkjusandsreitur og Vesturbugt. Það kann svo sem vel að vera að það sé mikilvægt að hafa það þannig. En þetta er verkefni sem að væri alveg klárlega að taka undir það sem borgarfulltrúar hafa sagt hér áðan, verkefni sem klárlega væri hægt að vinna með einfaldari hætti. En ný hugmyndafræði sem hefur verið, og ég verð að taka undir það sem hér hefur komið fram, hún hefur auðvitað verið mjög óljós. Og ég rakti það hérna í ræðu minni áðan að mér sýnist, ég notaði vísvitandi orðið sýnist og bað borgarstjóra að fara yfir málið svona til þess að ég skildi þetta örugglega rétt, að mér sýndist að þetta hefði tekið þó nokkrum breytingum og ég var að lýsa ánægju minni með þær breytingar hvað varðar meiri áherslu á einkaaðila. Þegar ég fer yfir þessar 5 leiðir sem eru lagðar til eða sem talað er í skýrslunni Reykjavíkurhúsin, þá sé ég 2 leiðir teknar út og það er þetta bland og það er þetta einkabland og þetta borgarbland eða blokkabland, man aldrei hvort hvað. Þannig að það er áherslan á félagslega blöndun og áherslan á það að einkaaðilar þurfa að koma meira inn vegna hvers? Já, meðal annars vegna þess að ESA til þess að lenda ekki í því að ESA stoppi málið af. Og þetta er það sem að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir var að tala hérna áðan. Að það er búið að tala þetta lengi, það var talað þetta í kosningunum, það var talað þetta á borgarstjórnarfundi einhvern tímann fyrir jól og ég hefur þessa sömu tilfinningu að svona vísvitandi hafi ESA verið haldið svolítið utan við þetta. En bréfið til ESA sem að ég hef séð og var lagt fram í borgarráði 13. janúar 2014, þar segir í bréfinu að Reykjavíkurborg fullyrði að einkamarkaðar hafi brugðist og hugmyndum Reykjavíkurhús gangi út á að skaffa húsnæði fyrir fólk
því að það sé markaðsbrestur. Einkaaðilar á markaði séu ekki að sinna þessum hópi á almennu leigumarkaði eins og ég skil bréfið. Og það segir, með leyfi forseta hérna, it's a response to a market failure. Það er það sem segir í bréfinu til ESA. Þannig að Reykjavíkurborg þarna í þessu bréfi fullir að það verða að fara þessa Reykjavíkurhúsaleið vegna þess að það sé markaðsbrestur, einkaaðilar hafi brugðist og Reykjavíkurborg ætli að koma núna í stað einkaaðila. Og þetta var það sem við vorum að segja að gengi ekki allan tíma. Við vorum að segja, einbeiti ykkur að félagslegu leiguhúsnæði. Þegar það haft til þess 5 ár, kæri meirihluti, aðeins breyttur núna, 5 ár, það eru 800 manns á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Það er ekki hægt að koma hérna í ræðustól, hvaða ágæti borgarfulltrúi sem það nú er, og hvart undan því að minnihlutin hafa eitthvað stoppað af eða tafið það. Það hefur ekki verið þannig. Þetta hefur bara ekki verið gert. Það eru 800 eitthvað manns á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þið hafðu allt síðasta kjörtímabil til þess að gera eitthvað í því máli. Gerðu það ekki. Reykjavíkurhúsahugmyndin hefur verið óljós og tekið langan tíma. Hún hefur tekið langan tíma og mun kannski ganga upp og við, eins og ég sagði hérna áðan, við ætlum að styðja allt gott í þessum málum. Við ætlum ekki að tefja neitt. En það getur ekki séð að þið getur fundið eitthvað þar sem við höfum verið að tefja máli. Þannig að ég held að þið verðið að horfa fyrst og fremst í eigin barm. Þessi meirihluti tók til starfa 2010. Þannig að það er nú svona mín niðurstaða þegar ég fer yfir þetta og hef ég nú ekki mikla sögu hér. Stundum finnst mér sem betur fer að ég þekki ekki sögunum 20 ára aftur í tíman í borgarstjórn því að þá vil maður svolítið festast í því. En það hefur bara gengið mjög hægt í þessum húsnæðismálum hjá ykkur ágæti meirihluti. Ok, það er ESA, nýja skýrslan Reykjavíkurhúsin segir það að vegna ESA, meðal annars, þá gengur þessi leið ekki upp. Er ekki bara alltaf að viðurkenna það? Það segir í skýrslunni. Gott mál. Þá ætlið þið að fara út í það að auglýsa eftir samstarfsaðilum fyrir 80 til hugsanlega 100 íbúðir á félagslegum grunni og restinn verður þá einkaaðilar sem að byggja, selja og leigja eða gera eitthvað. Ég segi fyrir mitt liti, mér finnst það bara ágætt. Drífum í því. Mér fannst samt svolítið skrítið og þess vegna voru viðbrögð okkar í borgarráði eins og ég lýsti hér áðan að það lægi svona á að fara af stað með málið. Við vildum ekki tefja til dæmis að það yrði auglýst eftir samstarfsaðilum og sátum hjá í því og við viljum bara alls ekki vera með neina tafir í þessu máli, alls ekki, en borgarstjóri sagði hér áðan að því að það segir, sko, það er tillaga það að úthluta lóðum, 2 lóðum í Vesturbugt, verður úthlutað eftir auglýsingu til þeirra sem verða með hagstæðustu tilbúin í lóðirnar. Og svo á að fara að skipa starfshóp og vinna nánar útfærslu á tillögum úthlutun lóðanna. Við í borgarráði lögðum til að þessi yrði vísa til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði af því að 9 tillögurnar byggjast á deiliskipulagi sem er ekki samþykkt eða hugmyndum deiliskipulag sem er ekki samþykkt. Það gengur út á það að verða að gera einhverja breytingar á deiliskipulaginu. Nú ef að þetta á svo ekki gerast með það sem borgarstjóri sagði áðan fyrir í haust, þá hefði ég nú haldið að það hefði verið skynsamlegt að skipta þessari tillögu upp og skipa starfshópinn, fara betur yfir málið og það er engin töf í því og samþykkja svo að úthluta lóðunum eftir auglýsingu þegar við værum búin að fara aðeins betur yfir það, skoða Reykjavíkurhúsaskýrsluna betur. Þessi fundur auðvitað gerir helling fyrir okkur. Við erum búin að taka hérna miklu umræðu þetta. Þið verðið að skilja það ágæti meirihluti. Nú er ég hérna í sporum minnihlutamann sem er bráðum búin að vera ár í minnihluta, hef aldrei prófað áður, hef verið sko í meirihluta í öðru sveitarfélagi mjög lengi. Ég fann að skilja minnihlutan þar aðeins betur núna. Þið verðið átt ykkur á því, við höfum ekki jafn góð gögn og þið til að byggja á og stundum komum við að umræðinni bara algjörlega blank og þannig var það þegar ég kom til dæmis innan á Borgarráðsfund. Ég skildi ekkert í þessu, við erum búin að bíða eftir nýrri Reykjavíkurhúsaskýrslu í marga mánuði, svo er hún bara komin, maður las hana og það er komin Borgarráðsfundur og þá bara drífa þetta alltaf, 1, 2, 3.
Mér fannst það ekki mjög skynsamleg vinnubrögð. Akkur var ekki hægt að gefa okkur viku eða 2 jafnvel. En með því að Framsókn og Flugvallavinni greiddu atkvæði gegn þessu, þá fengum við tækifæri til að fara yfir máli hér á borgarstjórnarfundi. Og svo bara að lokum segja þetta að mér fundist umræðan gagnleg upp að vissu leyti hérna, og borgarstjóri vill kannski bregðast við því, ég veit það ekki, en það sem ég sagði ESA-bréfið, það segir í því að einkamarkaðar hafi brugðist, hugmyndur Reykjavíkurhús gangi út á að skaffa húsnæði fyrir fólk vegna markaðsbrests. ESA-bréfið segir við ætlum að fara inn á almennan markað. Það er ekki hægt að skilja öðruvísi. Eða hvað? Ágæti borgarstjóri. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, segir að það séu 800 manns á biðlista því að við höfum ekkert gert. Ég held að það séu 800 manns á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði vegna þess að það var efnahagshrun. Mjög margir sem gátu áður lifað á lægri tekjum geta það mjög illa núna. Skuldir fólks jukust umtalsvert og kostnaður við það að lifa hinu daglega lífi jafnframt. En við höfum gert mjög margt. Við höfum verið að undirbúa það að borgin geti byggt fyrir fólk, alls konar fólk, og það hefur verið flókið mál, eins og lögfræðingar borgarstjórnar hafa bent hér á í dag. En á sama tíma segir Halldór Halldórsson, og af hverju liggur þá á núna að afgreiða þetta? Skýrslan Reykjavíkurhúsin var lögð fram í borgarráði, þá var borgarfulltrúi Halldór Halldórsson ekki á þeim fundi, svo liðu 2 vikur og var tekin fyrir aftur og þá voru tillögurnar samþykktar sem höfðu legið í frestun í 2 vikur. Og núna erum við að taka næsta skref til þess að fara að byggja, en vegna þess að markaðurinn, hann brást. Ég man ekki tölurnar, en súluritin eru svo sláandi hvað var byggt fyrir hrun og hvað hefur verið byggt eftir hrun. Markaðurinn, hann vildi bara fyrir hrun byggja stórar íbúðir, helst 120 fermetra pluss. Hann var aldrei að hugsa þennan fjölda sem að þurfti á minna og ódýrara húsnæði. 4 herbergja 90 fermetra íbúð var bara ekki til á teikniborði hvorki arkitekta né annarra sem að vinna á markaði. Markaðurinn brást. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir er næsta mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, þetta er búið að vera ágætis umræða og algjörlega nauðsynleg, tel ég, og það er ýmislegt sem hefur kannski svona aðeins betur skýrst hérna í dag, en það er líka ýmislegt sem ennþá vantar svör við. Og það sem er náttúrulega grunnatriðið er auðvitað það að í þessari skýrslu sem var skilað þarna í lok mars, að þá er farið þessar 5 ólíku leiðir eða farið greining í rauninni á þessar 5 ólíku leiðum og svo greiningavinna er mjög vel gerð, en hins vegar virðist af þessar 5 ólíku leiðum að það sé í rauninni ekki hægt að fara kannski neina eina nákvæmlega, 3 ganga engan veginn upp, en það er spurning þessar 2, en eins og skýrsluhöfundar eða hópurinn segir að þetta getur verið grunngagn til þess að vinna hlutina betur, þannig þá eftir í rauninni að klára þessa vinnu. Mig langar til að spyrja borgarstjóra varðandi auglýsingar samstarfsaðila að það í rauninni kemur fram í bréfi SEA
að þetta séu þá 170 íbúðir sem gert er ráð fyrir þarna í Vesturbuktinni og þar af muni Reykjavíkurborg kaupa hafa forgangsrétt að þessum 80 íbúðum sem þá, ef ég skil þetta rétt, 40 íbúðir sem ættu þá að fara til félagsbústaða og þá eru 40 íbúðir eftir. Og mig langar að spyrja borgarstjóra hvort það sé rétt skil hjá mér að það sé verið að óska eftir samstarfsaðilum fyrir þær 40 íbúðir. Þá í rauninni 90 íbúðir eftir af þessum 170 íbúðum og það kemur fram í bréfinu líka að það gert ráð fyrir að 20 af þeim séu leiguíbúðir og þá væntanlega 70 söluíbúðir. Hvort að það sé verið að óska eftir samstarfsaðilum varðandi þessar 90 íbúðir eða eingöngu þessar 40 íbúðir sem að Reykjavíkurborg ætlar sér að kaupa. Það auðvitað þannig að varðandi mig langar aðeins að fara inn á það sem borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur rætt hér í dag. Að það auðvitað í húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar setningin sem kemur þar fram í byrjun að stefna borgarinnar sé svo að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði og viðráðanlegu verði hvort sem fólk þarfnast stuðnings eða ekki. Og þetta kannski svona grunnurinn að öllum þessum vandamálum eða þessum deilumálum að það ekki mjög líklegt, allavega ekki í nánustu framtíð, að það verði hægt að tryggja þetta. Því eins og við vitum að þá þetta flestar lóðir borgarinnar sem eru byggingarhæfar í dag nú þegar í höndum annarra aðila sem að byggja þessum lóðum og við höfum séð það í fasteignaauglýsingum núna nýverið að þetta ekkert ódýrar íbúðir. En það líka spurningin að varðandi þessi Reykjavíkurhús að því að hluti af þeim þetta eins og í þessu Vesturbuktar dæmi verða seldar sem útsýnisíbúðir þarna út úr, jafnvel þá 1/4 af þessu jafnvel, og hluti af þessu verða þá námsmenn og aldraðir og félagsbústaðir, að þetta nú kannski einhver hluti þá þessi almenni leigumarkaður, þannig að það verða þarna nokkrir sem að leigja kannski dýrar heldur en aðrir. En það liggur á ljóst fyrir að miðað við hvernig staðan að þá þetta svolítið dropi í hafið. Vegna þess að alveg sama hversu mikið við þrætum fyrir það og alveg sama þó hér hafi verið hrun, að þá liggur líka ljóst fyrir að leiguíbúðum hjá félagsbústöðum hefur fækkað síðustu árin. Þannig að það var inn á heimasíðu félagsbústaða manni í kosningabaráttunni að það væri stefnt að því að fjölga þeim 100 á ári. Ég reyndar hef ekki fundið það ennþá eða aftur, en það aukaatriði að það liggur á ljóst fyrir að því að það hefur í rauninni ekki verið félagsbústaðir hafi ekki verið að fjölga sem félagslegu leiguíbúðum, að þá í rauninni kannski svona svipaður fjöldi í dag sem til af félagslegum leiguíbúðum og eins og var til fyrir 5 árum síðan. Þannig að auðvitað hefur lítið verið byggt og það engin ágreiningur það, en hins vegar vitum við að það var mikið af fasteignum á sölu síðustu árin á ágætisverði sem meðal annars þekkt fasteignafélög ryksuðu hér upp markaðinn sem að borgin hefði aldeilis haft tækifæri til þess að kaupa. En þá var auðvitað á þeim tíma að þessar minni íbúðir voru alveg kjallar og risi og þá var stefna borgarinnar að vera ekki að kaupa félagslegar íbúðir í kjallurum og í risi. Þannig að auðvitað ýmislegt hægt að sjá núna sem var ranglega gert að hálfu meirihlutans síðustu árin og það algjör óþarfi að vera að þræta fyrir það. Þetta bara staðreyndir og það bara spurning hvernig á að gera hlutina rétt. En ég held í raun að það sem borgin að fara að byggja núna eða selja að þetta fyrst og fremst þessar félagslegur íbúðir, leiguíbúðir sem þarf að tryggja og þetta ansi mikið sem vantar upp á. Ef það koma 40 íbúðir í Vesturbuktinni að þá ennþá með biðlistan eins og hann var í fyrra 500 sem vantar ennþá sem voru í brýnni þörf. Varðandi það sem að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir sagði áðan að þá var auðvitað og hefur ítrekað verið í rauninni sagt að þetta ætti ekki bara að vera þessar félagslegu leiguíbúðir sem eða fólk gat skilið það svo, það kannski ekki sagt berum orðum, en það var hægt að skilja það svo að borgin, meirihlutinn, væri ekki bara að fara að eða ákveðni aðilar sem buðu sig fram, væri ekki eingöngu að fara að byggja félagslega leiguíbúðir, það heldur var hægt að skilja það svo að það væri verið að fara að byggja líka almenna leiguíbúðir sem lá alltaf heldur ljóst fyrir og allir vissu að það var ekki samræmi við ESA. Varðandi það sem borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir fór líka hér inn á áðan, varðandi fjölgun
kosningalofvörð 2500 til 3000 leiguíbúðir. Það var það auðvitað þannig að það mátti skilja það sem svo, borgarbúar máttu skilja það sem svo að það væru almenna leiguíbúðir sem borgin væri að fara að byggja út af henni almenna leigumarkað. Hins vegar lá það alveg ljóst fyrir að fólk fór að rýna í rauninni í þessa hluti að þetta var ekki ætlunin. Og á fyrirlestri sem að borgarstjóri flutti í Ráðhúsinu 12. nóvember 2014 og var síðan rætt og staðfest af hans hálfu á borgarstjórnarfundi nokkrum dögum seinna. Það sem hann segir í rauninni útskýrir hvaða íbúðir þetta eru og komin upp í 2500 af þessu sem hann var í rauninni verið að fjalla í kosningabaráttunni. Og ef við rifjum aðeins það upp, að þá það að næstu 3-5 árum á að fjölga íbúðum hjá félagsbústöðum 500. Það er í rauninni það sem að vantar upp og hefur þurft að kaupa síðustu árin. Það á að úthluta lóðum til stúdenta fyrir 1100 stúdentaíbúðir. Búseti á að fá 451 eða lóð fyrir 451 íbúðir sem reyndar ekki rétt að því búseti í rauninni það alltaf talið með lóðin sem að búseti keypti að Regin í Einholti Þverholti þar sem voru rúmlega 200, þannig að það má lækka þetta rúmlega 200. Síðan það aldraðir 280 íbúðir, Brynja 50 íbúðir og búsetuúrræði fyrir fatlaða 2800. Þannig að þetta í rauninni ekkert sem að borgin að fara að byggja. Þetta hluti af lögbundum og verkefnum borgarinnar eins og til dæmis það að úthluta þessum 1100 lóð fyrir 1100 íbúðir fyrir stúdenta. Ef ég hef skilið stúdenta rétt þá þeir búin að vera klári lengi að fara að byggja, þeim hefur bara vantað lóðirnar. Þannig að þarna bara 1100 af þessu. En ég held hins vegar að miðað við umræðuna að þá held ég að liggja alveg ljóst fyrir að það ansi mikið ennþá ósvarað hvernig þetta á að ganga upp. Og eins og hefur komið fram hjá öllum hér í dag að það vilja allir þessa félagslegu blöndun. Það þarf að fjölga félagslegu húsnæði. Það engin ágreiningur þetta, það vantar húsnæði. Og það líka spurning, leigumarkan, það akkurat jafn mikill vilji fyrir hann árið 2015 eins og var 2011 því hann orðið miklu stærri í dag og leigan náttúrulega mjög há. Þannig að það mínum huga væri búseturéttar íbúðir miklu betri kostur heldur en leiguíbúðir. En mér langar í lokin að bara þakka fyrir umræðuna og ítreka að biðja borgarstjórum að svara með því hvort að það sé verið að óska eingöngu eftir samstarfsaðilum fyrir þessar 40 íbúðir sem verða þá seldar Reykjavíkurborg eða hvort að það sé út af þessu 90 sem að eiga að fara eitthvað annað. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka já og þakka fyrir umræðuna. Við erum að komast nær því að hafa sameiginlega skilning á því hvað verið að leggja til. Og ef við tökum Vesturbuktina sem dæmi, sem var dæmi sem að borgarfulltrúi nefndi, að þá hugsunin sú að það verði, segjum það bil 80 íbúðir sem verði svona forkeyptar eða teknar frá fyrir félagsbústaði og aðra samstarfsaðila. Félagsbústaðir, ef þeir væru með 40 íbúðir þá það 25%. Það auðvitað í hærri mörkum með við það sem að við höfum gert að þumalputtareglu. Félagsbústaðir eiga núna í 4% allra íbúða í Reykjavík. En við teljum að þetta svæði þoliða vegna þess að þarna í kring verið að byggja töluvert mikið af stórum og dýrum íbúðum sem verða ekki fyrir fólk með tiltölulega lítið á milli handana. En þegar kemur að almennu leiguíbúðunum sem gæti orðið 25 og allt þetta svona, við þurfum að sjá hver áhuginn verður hjá samstarfsaðilunum áður en við botnum alveg tölurnar, að þá það hugsað fyrir almenna leigumarkaðinn og það þá einhver almenn leigufélög, ekki í raun á félagslegum grunni eins og við sjáum það fyrir okkur og við gætum tryggt að þessar 25 íbúðir heldustu leigu með því að setja þá inn í skilmálana. Svipaða sögu væri síðan að segja af Kirkjusandi og á reit Háskólans í Reykjavík og hugsanlega öðrum reitum sem við myndum leggja inn í Reykjavíkurhúsin
og þannig þetta hluti af þessu plani sem mér fannst borgarfulltrúinn rekja ágætlega, þessu 2500 til 3000 íbúða plani sem raunar var kynnt nokkurn veginn í þeirri mynd haustið 2013, ekki haustið 2014 eftir kosningar heldur haustið 2013. Þannig að það kemur svolítið mikið á óvart að þessi tala núna eins og þetta hafi allt saman verið óljóst og fólk hafi átt að skilja þetta þannig að borgin ein og sér ætlaði að byggja þetta allt saman. Það var alltaf mjög skýrt í öllu sem frá mér og okkur kom að svo var ekki, þetta byggðist á samstarfi. Þannig það best og það var raunar sameiginleg stefnumörkun allrar borgarstjórnar, sameiginleg stefnumörkun allrar borgarstjórnar að það væri farsælast að byggja á samvinnu við reynd og traust byggingafélög sem hefðu starfað á félagslegum grunni og þegar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins bókaði í húsnæðismálum að þá var það hluti af bókuninni að Sjálfstæðisflokkurinn væri sammála áherslu á samvinnu við reynd og traust byggingafélög sem væru á félagslegum grunni. Þannig að svona einhver síðari tíma ágreiningur ég hef alltaf litið þannig á að hann risti ekkert mjög djúpt. Heldur væri meiri svona einhvers konar seinni tíma polariseringa ef ég má leyfa mér að sletta aðeins. Og þegar tekin þessi rispa ESA og þau lögfræðilegu atriði sem varðar það hvaða praktísku leiðir eru fundnar til þess að ná markmiðunum á bakvið Reykjavíkurhúsin, þá líður mann einhvern veginn eins og undirliggjandi sé í raun bara pólitísk sýn á það að öll svona félagsleg blöndun sé bara vond eða allavega óþarfi og það sé einhvers konar svekkelsi yfir því að það hafi fundist leiðir til þess að tryggja blöndunina. En þar ég auðvitað farin að geta í eðurnar og þess vegna vildi ég bara hnykkja á þökkum fyrir umræðuna. Ég vona að þetta sé sæmilega skýrt. Við skulum ekki tala þetta eins og þetta sé heildarmyndin. Reykjavíkurhúsinu það ekki. Þetta eitt púsla mörgum til þess að búa til heilbrigðari húsnæðismarkað. Svo annað púsl að því hér var verið að tala almenna leigumarkaðinn sem þessi samningsmarkmið sem við erum að setja fyrir nýju uppbyggingarsvæðin og að semja okkur gagnvart einkaaðilunum til þess að tryggja að verði líka almenn leigufélag og nógu mikið af þeim. Þannig að verði ekki þessi skortstaða á húsnæðismarkaði sem leikur fólk grátt. Já, það auðvitað hluta þessu. Við þurfum að byggja mikið og meira til þess að það verði ekki skortstaða á hvorki sölunni leigumarkaði og við þurfum að tryggja að ákveðið hlutfall allavega séu leiguíbúðir til þess að þar sé líka virk samkeppni og síðan þurfum að tryggja félagsleg úrræði og úrræði fyrir sérstaka hópa eins og stúdenta og þessa aðila sem að koma inn með meiri fjölbreytni eins og búsetu og búsetusamvinnufélögin þar sem liggja svona mörkum eigna og leigumarkaðar. Allt þetta þurfum við að gera, ekki bara eitthvað eitt. Við höfum verið að ræða Reykjavíkurhúsin sem ákveðin tegund af blöndun til þess að tryggja félagslegan fjölbreytileika í hverfum og einstökum uppbyggingarverkefnum. Það eðlilegt að ræða þau ítarlega því að það kannski mesta nýsköpunin. Það svona flóknast en ég vona að þessi umræða við skila okkur nær því minnst hvort það sé skýrt hvað meirihlutinn að hugsa að það muni taka þennan tíma samhliða vinnuna að deiliskipulaginu að lóða úthlutanirnar sjálfar kom ekki núna eftir í þessari viku eða eftir helgi heldur þegar það búið að útbúa útboðsgögnin og deiliskipulagsvinnunni lokið og að Reykjavíkurhúsin eitt púslið í þessu en ekki öll heildarmyndin. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hafði óskað eftir að veita andsvar. Hún búin með andsvarsrétt sinn. Hún getur fengið að gera stutta athugasemd eða taka til máls. Gera stutta athugasemd. Hún fær að gera það og að því loknu mun Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti borgarfulltrúar, ég fékk ekki alveg svar frá borgarstjóra við fyrirspurn minni, þannig mig langar að orða hana aftur.
að ég bara tala um Vesturbugtuna þar sem gerst ráð fyrir 170 íbúðum og það eru gerst ráð fyrir það að 80 Reykjavíkurborg kaupi þessar 80 íbúðir, þannig að þetta eru 170 íbúðir, Reykjavíkurborg kaupir 80 og þá standa 90 eftir. Þessi 80 íbúðir, að ef 40 af þeim eiga að fara til félagsbústaða þá eru 40 eftir, eingöngu verið að óska eftir samstarfsaðili fyrir þessar 40 sem eru eftir þá af þessum 80 íbúðum. Þessar 90 íbúðir sem standa þá eftir sem hægt að byggja á Vesturbugtunni, hérna á Vesturbugtunni, ef verið að óska eftir samstarfsaðilum vegna þeirra líka núna, eða það eitthvað sem verður gert seinna? Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að gera stutt athugasemd og þá mun hv. borgarstjóri svara þessari athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ef við skil spurninguna rétt þá erum við að auglýsa eftir samstarfsaðilum fyrir Reykjavíkurhúsakonsepti, bæði fyrir Vesturbugtuna, Kirkjusand, HR-reitin og hugsanlega fleiri. Ef það verður gríðarlega mikil eftirspurn þá reynum við að finna fleiri svona byggingasvæði. Ef við rifjum aðeins upp, því að þetta hefur nú verið planið lengi, að þá var í viljayfirlýsingunum sem við gerðum við við Félagsstofnun stúdenta, við Búseta og svo framvegis, að nefndar tilteknar lóðir sem þeir fengi til uppbyggingar og síðan að þeir myndu skylda sig til þess að taka þátt í að þróa hugmyndina Reykjavíkurhús og koma vonandi inn á þessa reiti. Ekki með mjög margar íbúðir en nógu margar til þess að tryggja þessa blöndu. Þannig að við erum ekki að reyna að leysa öll mál þessara samstarfsaðila inn í Reykjavíkurhúsunum en opna fyrir fatlað fólk, stúdenta, alls konar fólk, þannig að það verði alls konar blanda í Reykjavíkurhúsunum. Við vitum að þarna verða einhverjar söluíbúðir sem verða rosalega dýrar en við viljum að þetta blandist með félagslegri blöndun. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að gera stutt athugasemd. Þá er komið að andsvari borgarfulltrúa Hildar Sverrisdóttur. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er stundum í svona umræðum þar sem eru eflaust tilfinningar og fólk er heitt í hamsi, þá er þetta stundum svolítið svona eins og æfing í æðruleysi. En sem betur fer hefur maður svona tæki sem heitir andsvar, þar sem maður getur farið og fengið að pústa svo að maður trillist ekki einhvern veginn svona inn í sér. Ég ætlaði bara að fá að gera athugasemd við það að eins og borgarstjóri orðaði það, allt varðandi ESA var einhvers konar, kannski fyrst og fremst einhvers konar pólitísk sýn það að vera á móti félagslegri blöndun og það væri kannski bara ógeðslega pirrandi að vera búin að finna einhverja lausn með það. Ég ætla að fá að gagnrýna og mótmæla þessu harðlega. Við erum þvert á móti mjög hrifin af félagslegri blöndun, við teljum að hún sé æskileg, við höfum alltaf talað þannig, við erum ekki að fara að hætta því, við erum ekki að standa fyrir neinum slíkum áformum, ekki tefja þau, ekki neitt. Eina ástæða fyrir vorum að ræða ESA að einmitt út af því var þarna hangið með í allt of langan tíma sem var óþarfi því að það var búið að benda og þetta myndi ekki ganga upp. Ef það hefði verið hlustað fyrr, ef það hefði verið tekið þetta samtal fyrr, þá hefði við til og með getað sleppt því að vera að eyða undanfarnu ári eða vera ennþá með þennan möguleika í skoðun. Við hefðum getað einbeitt okkur að því hvernig borgin gæti þá bara kvitt og klárt á sem bestan hátt skapað félagslega blöndun og meiri byggð. Við erum öll hér til þess. Það snýst gagnrýni á ESA, ekki neitt til þess að drepa málum og dreifa út og vera svo pirruð yfir því að þau hafa fundið lausn. Því hún er ekki einu sinni fundin, svo gott sem, en takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og umræðum að mér sýnist. Við göngum þá til 6. liðar á dagskrá sem